Einu sinni var 4. þáttur, frjósömu dalirnir. Ísaldarjökullinn hörfaði smám saman og landið tók að grænka á ný. En stóru dýrin hurfu á braut. Getur ekki hrækt fyrir utan? Hvað þetta? Þannig hófst jarðarækt. Komið og sjáið. Tækninni miðar áfram. Sjá nú til. Góð hugmynd. Landbúnaður vélvætist. Aldirnar liðu og miðsteinöld vék fyrir nýsteinöld. Þá voru steinarnir slípaðir. Þeir ætla að stela uppskerunni! Við náum þeim. Menn girtu sér að, húsin stækkuðu og byggð þéttist. Hvað er að vera hér? Vil ég hætta? Enn var steinöld í Evrópu. Þar reistu menn bautasteina. En þá þrifust þróuð menningarsamfélög í Miðausturlöndum og í Asíu. Förum nokkrar aldir aftur í tímann. 5000 ára fyrir Krist voru stórborgir í Mesópótamíu, Jarmó í Írak, Jerikó í Palestínu og Katalhújúk í Tyrklandi. Þessar þjóðir höfðu tileinkað sér málmbræðslu. Fyrstu menningarsamfélögin spruttu á frjósumum bökkum fljóta. Við Indus er Mohenjo-Daro.
ósköp þykir mér leiðin löng eitthvað, Loksins erum við komnir. Það var þess virði. Þið trúið því ekki, en ég hef séð mörg undur. Mohenjo-Daro er umkringd ógnarháum múrum. Húsin eru þægileg, stundum tvílyft. Konurnar skarta hálsfestum og jafnvel ökklahringjum. Göturnar eru bikaðar. Já, ég sagði bikaðar. Ekki sem verst. Ég sá líka kerru með hjólum. Alveg satt. Kerru með hjólum. Ökklabönd, hálsfestar. Fyrr má nú vera. Við trúum þér, Fróði. Við viljum skoða heiminn með þér. Á morgun leggjum við upp til annarra landa. Í þessa átt. Þá gerði mikið ofviðri. Regnið féll látlaust dögum saman. Flóðið sem fylgdi í kjölfarið var hið versta í manna minnum. Hjálp. Veðrið gekk yfir. Áveita varð nauðsynleg á ný. Því miður ríkti engin samvinna. Hver vann í sínu horni. Fyrsta letrið var myndletur. Fróði skráir á leirtöflur frásögn af náttúruhamförunum sem síðar voru kallaðar Nóaflóð. Og svo endurtók sagan sig aftur og aftur. Kæru vinir, reynum að vinna saman. Það hlýtur að mig að tengja skurði og stíflur og vinna gegn flóðunum. Vinnum saman, gerum það. Hvað brýtur í bága við hefðina? Og til hvers? Þetta þýðir ekkert. Hvaða afskiptasemi er þetta? Hvaða afskiptasemi er þetta? Ekkert svona, annars bara... Hvað? Þetta er tímasóun. Okkar bíður verk. Sælingsfólkið, þetta er allt til einskis,
Jæja, hvað eigum við að gera? Hvað eigum við að gera? Rólegir. Vinnum saman og gröfum djúpa skurði sem tengjast saman og hægt að fara Svo reisum við stíflur til að vernda þorpin og akrana. Fyrsta samvinnuátakið. Sundurleitir hópar vinna að sama verkir. Siðmenning hefst, en... Áfram leti blóð. Þetta gengur ekki. Viltu eiga mig á fæti? Blóðið höstsenn. Leitið skjóls. Nú kemur það. Bravo! En ég? Við skulum sjá hver er sterkastur hér. Þegar búið var að hemja fljótið, færði það mönnum velmegun og frið. En ekki varði það nú lengi. Ég er sterkastur. Á þessu gekk öldum saman. Nokkrum öldum síðar við Níl, 2000 ár fyrir Krist. Áfram! Aumingjar! Hættið þessu hangsi! Áfram! Áfram! Hættið þið nú, aularnir ykkar! Hættið þið! Sjáið þið þarna! Faraó kemur í allri sinni dýrð til að fyrirskipa árlegt flóð. Samkvæmt útreikningum stjörnufræðings hans og prests er komið að því. Og fljótið hlýðir. Hurra! Lífi farinn! Þakklátir bændurnir taka til við píramídasmíði. Það er að vera áfram með líf. Þessi feiti þarna ætlar að meiða mig. Tekur maður hotni hérna, 50 gráða hotnið.
dagsins. Tilbúið. Hærra. Húrra! Jæja, núna. 2.300.000 steinar sem sumir vega 2 tonn, engin vogastöng, engin stigar, ekkert hjól. Nauðungavinna fyrir 100.000 manns. Með Faraó dó þessi ofvaxni draumur. Á bökkum Nílar liðu konungaættir undir lok. 1300 árum fyrir Krist ríkti Ramses II, sólkonungur Nílar. Mér skal takast. Hættu þarna? Nei, Ég er hérna. Mér skal takast það. Uppskeran var góð og allt væri í besta lagi ef ekki væru skattheimtu mennirnir. Komdu hingað, hvar er uppskeran? Svona láttu það ganga. Þú það. Já. Sleppið mér, hjálp! Viðurlög við skattsvikum eru 40 vandarhögg. Húrra! Þeir eru að koma. Nei, eru komnir! Húrra! Þeir eru komnir! Húrra! Litla flís hér. Fínpúsa aðeins. Þetta verður... Síðasti faraóinn lést. En ekki bara minna á honum fyrir það. Sjáuði hvað ég er stór. Síðar gerðu Hyksos-menn innrás. Svo var stríð við Hittita og fleira sögulegt. 10 öldum síðar kaus Kleópatra dauðan fremur en yfirráð Ágústusar keisara og lauk þar með 30 alda kafla mannkynssögunar. En árið 1250 fyrir Krist hófst 40. valdaár Ramsesar II. Þjóð mín er í ánauð. Farið er með hana eins og dýr merkurinnar. Hún þrælar en uppsker engin laun. Faraó, gefðu þjóð minni frelsi. Viltu kalla reiði Jafi yfir þig og þína?
Viltu kalla plágur yfir egypsku þjóðina? Hlustaðu, faraó! Faraó neyddist til að leyfa Ísraelsmönnum að ganga á vit örlaga sinna. Þeir héldu lengra til Sínaí. Og dag nokkurn, orða ekki þörf. Við gætum þó litið á nokkra merkisviðburði. Jerikó. Lásu 7 sinnum og múrarnir hrynja. Hvað? Samson og Dalíla. Davíð og Golíat. Hörðuð upp hugan, gott fólk. Ég lýsi eftir sjálfboðaliðum. Sá sem sigrast á þursinum fær elstu dóttur mína. Hvað segið um það? Bíddu við. Komdu ef þú þorir. Dómur Salómons. Ég á það. Nei, ég. Jæja, deilum því þá. Nei, hún má eiga það. Já, þú átt það. Og þú flagðið þitt. Musteri Salómons. Og þá margt ótalið. Í fyrsta sinn heyrðu menn sagt, þú skalt ekki mann deyða, þú skalt ekki girnast eigur náunga þíns. Í fyrsta sinn heyrðu menn nefndan einn Guð. Mörgum öldum síðar spratt kristni af þessari trú og átti hún eftir að umbylta heimsbyggðinni. Íslam fylgdi í kjölfarið.